það táknar hreinleika, skilur við. Nei, það sko, you're a virgin, sko. Já, sem því, hrein mei, skilur við, bara hreinleiki og já. svona. Svona það engin hrein mei þegar hún gifti sig í dag, allavega ekki á Íslandi. Nei, nákvæmlega. Við erum svo mikil hóruð þjóð. 4 börn frá mismunandi aðilum. Og þegar ég segi hóruð þjóð, þá er ég að tala um ekki bara konur, heldur bara allir. Þú kannski klippir þetta bara út. Þessa mynd í haustum maður. Ég var að byrja. Já, ok. Góðan og gullfallegan dag. Það er margt sem við byrjum á áður en við tökum það sem fær ekki að fara í loftið maður. Nei. Shit. Hvernig hefur það? Bara frábær. Það ekki? Jú. Geggjað. Ég er náttúrulega nýri vinnu og svona og fíla það bara. Það ekki? Veistu, ég er að labba svo mikið í þessari nýju vinnu. Þú veist 10-15.000 skref á dag eða eitthvað. Geðveikt. Að ég er með nuddsára milli raskinnuna sem er ógeðslega óþægilegt. Ég þarf að fara í apótekið að kaupa eitthvað smyrsl til að setja baby powder. Já. Svo þú mætir í vinnuna. Svo er búin að gera það niður svo pappa. Hvað er nýja gæinn að gera? Nákvæmlega. Skvætta. Þú vilt að hvítu duft eftir mig á baðherbyggi. Og bara það var geggja að byrja þannig. Já, akkurat. Ég er náttúrulega í vinnu líka það sem ég stend allan daginn. Já. Og þetta er ég er með þið mitt svona 10 skref á dag. Já. Í vinnunni, sem fyrir utan vinnuna. Já, einmitt. Og þetta er alveg hella að labba svona mikið. Sérstaklega þegar þú ert ekki vanur í. Já, líka bara stiftu gólfi skiluru og eitthvað. Hlaupaskór. Mjúkir hlaupaskór, ég mæli með því. Nákvæmlega. Ég þarf að fjárfesta í því. Það er klálega. Já, og ég keypti núna daginn í Sportdirekt. Já. Það var eitthvað 10 skall. Já, ok. Bara mjúkir hælar, bara geðvegt. Ok. Lappi í þessu allan daginn. Já, ég þarf að fjárfesta í svo leys greinlega. Já, maður getur ekki verið í einhverju klossum eða eitthvað. Nei, nákvæmlega. Fuck those toes, sko. Ef einhver liftur að fyrir yfir. Já. Bara, nei. Það var daginn. Veistu hvað the dictionary er? The dictionary? Já. Ég veit hvað það er. Hvað er definition of dictionary? Veistu hvað það er? Það er bara, það er bara orð. Orðabókar stæmið orðabók. Já, það er bara orð. Þetta er bara orð. Ok. Já. Veistu hvað var valið orð ársins? Já. Veistu það? Já. 6-7 9-11 Var það 2001? Já, það var 2001 Orðánsins. Já. Og ég bara En já, ég veit að 6-7 orð ársins. Þetta er ekki orð. Þetta er í fyrsta lagi ekki orð. Og bara, maður veit enginn hvað þetta fucking þýðir. Þetta er reyndar ógæðslega að fyndi núna. Ok. Sko, þetta var krakkarnir fundið þetta fyndið út af því við vissum ekki hvað þetta fyndið. Við alltaf alveg, hvað er svona fyndið? Þau leik, þetta er ógæðslega fyndið. Maður er bara, hvað er þetta að gera? Og núna, þegar fullorðna fólki er byrjað 6-7 og þá er krakkarnir bara, þetta er ekki fyndið. Bara, jú, núna. Akkurat. Núna erum við að fatta að stríða ykkur. Já, nákvæmlega. Sko, Þórdís var að lesa bara í fyrradag og hún var komin á blaðsíðu 66. Ok. Ég hefði, hvað áttu margar blaðsíður eftir? Eina? Ég hefði, ok. Hvað blaðsíða það? Og hún svona,
horfði á mig nei pabbi, nei ég leik jú hún er leik ég mun hætta að lesa fyrir þig ég bara hvaða blaðsíð næst og þá var ég að tísta og hlátur og var ekki sátt við mig svona ógeðslega leiðilega Já, gamla fólki bara you ruined it já, nákvæmlega en með allt svona sleng nýja sleng Já, sem er ekki sleng jú, sleng slang já, ég skil ekki úlingana sko. Nei en ég veit nokkur orð mér finnst svo ógæðislega fyndið þegar strákurinn minn er að keppa eða eitthvað strákarnir hjá honum ég alveg, góð leikur eitthvað og síðan byrja að henda út svona slengs í vitlausu samheng mér finnst það ógæðislega fyndið og strákurinn minn finnst það ekki fyndið en alltaf hinni strákarnir að degi og hlátur að horfa örgulega bara hvað er hann að reyna sko. og þetta er svo ógæðislega fyndið og við erum slay Já, slay queen þetta var alveg geggjaður leikur þetta var alveg slay allir bara what hendin 6-7 og eitthvað svona þeir alveg bara what hvað fokkin gamli kall er þetta sko. Þetta ógæðislega fyndið Það er þetta mjög fyndið þetta er sama með þegar The Dab The Dab hérna var sem best þá og það var hætt þá fannst mér að fyndið að gera það og við fórum í búðinni og strákurinn var eitthvað lítill og ég var alltaf að benda á vöru, langar í þessu vöru og debaði hann alltaf, hvað er þetta að gera og þegar ég hnerraði í handabóti svona og debaði leiðinni geðveikt fyndið sko, í búðinni öskrandi og þú er einn að hlæja þessu einn að hlæja enginn annar kona mín og strákurinn minn farinn og mér finnst þetta gegn ég þekki þig ekki já, en maður verður að hafa gaman já og svo, ég var að valhoppa daginn í búðinni Jesus Christ Þórun var bara fljót bara uppeyju og eitthvað staðar annars staðar bara nammi dildin bara ég var eitthvað að múta krökkunum þið megið þetta ef þið komið á valhoppið með mér hagkaup og gerðu þau það? Nei, þau komu sem byrjaði ég valhoppa og þau urðu eftir bara og ég er einn að valhoppa í hagkaup í Garðabæ Jesus Christ fjölskyldum minn á skilið metalíf sko. stundum sko. Klárlega að sjást opinberlega með þeir sko. valhoppandi það er geggjað sko. við getum haft þetta sem séð talandi um siði siðir við ætlum að ræða hérna siði sem við gerum sem við vitum ekki að akkurat nei, vitum ekki okkur við gerum akkurat þetta verður a handful title á þætti við gleymdum að segja það er bara ég og þú, Davíð og Birkir já, það er bara við Birkir og Davíð alkallarnir núna getur við verið frjálsir sko. akkurat, nákvæmlega það er ekkert hérna ég er farin úr að neðan og ég tók ekki að nei, það ekki svo smá já, ég veit að ég þarf að fara að trimma aðeins þá sést kannski eitthvað hérna undir ég held að þú værir í hérna nýju Skims hérna G-strengnum akkurat hefur ekki séð jú, hérna Kardashian þetta er svona Skims hérna G-strengur fyrir kallmenn nei, ok það veistu, þú ert með svo lítinn með svona dýrabjöllu akkurat þetta er nákvæmlega sama nei, nákvæmlega en maður væri eitthvað staðar úti var þetta sólaströnd og einhver myndi vera bara í svona með loð veist, þið sem hafa ekki séð þetta þetta er G-strengur og það sem er felur er hár þetta er en maður væri alveg bara svona bara, er hún nakin að neðan bara, what the líka veist, þetta er til þess að sína ef þú ert í einhverju þröngu þá ert loðin safnaði bara hárið hana niðri nákvæmlega ég skil ekki það kemur bara mjög náttúrulega sko já
bara Nei, ég veit ekki Ég skil þetta ekki sko Skil ekki tísku skil ekki disk ekki svona sko þetta er svo weird í alveg, mér finnst þetta mjög weird Já, ég ég er samanlega sko Það sem fólki dettur í hug gamli kallar Já, safnið bara hérna pjölurnar ykkar nákvæmlega Sjáu þið bara ykkar, hún gæti þetta hérna, ert þú með hérna á Knock on Wood eða? Nei, held ekki Jú, fyrirgjöðu, ég var með það hérna, jú Já, ok hérna, ég glemt að kíkja á það Já, ég er svo forvitin hvað okkur 7-9-13 Knock on Wood sko, ég er ekki með 7-9-13 held ég er það út frá sem sagt Knock on Wood Já, sko, ég var bara með stutt hérna Þetta er sem sagt bara ekki að jinx eitthvað í rauninni já, Þetta er eitthvað frá heiðnum trúum eða trúabröðum þar sem það var talin verið eitthvað svona heilug orka í trjánum og eitthvað svoleiðis og voru fólk bara banka í trén Já, og þess að kalla fram eitthvað verndar svona anda eða eitthvað svoleiðis sem byggi í trjánum Þannig að, já nú bara að tala við eitthvað svona spirits of the trees og þess vegna eru við Knock on Wood Þetta er alveg það sem ég fann sko já. En þess vegna gerum við 7-9-13 í tré Já, ég veit ekki, ég fattaði ekki að hérna leita að okkur 7-9-13 svona sko en er það ekki hérna út af veist, þetta er út frá hinnu Knock on Wood Já, og við hefum breytt í 7-9-13 En okkur þessar tölur Okkur 7, 9 og 13 það eru óhappatölur og þú bankar til að losna við Já, er það málið? er það ekki? Ég held að Gæti verið þú bankar í tréð og Já, vonandi gerist þetta ekki já, það lítur að vera 7-9-13 Já 7-9-13, veist 13 er ekkert óhapptala sko. Nei, ég er nákvæmlega Nei, kannski fyrir fjölskyldun minni, ég fættist Þú ert gangandi 13 hérna, að blása á ammæliskert Heyrðu, já, þetta er náttúrulega fort grísku siður grískur ha, Ekki grikkur já, grískur ég skrifaði grískur Grikkur og gott it was all a lie hérna, þetta til heiðurs Artemis Artemis, hérna tunglgyðjunar Já. reikna var með að reykurinn frá kertunum Mhm. bærist myndi bera óskirnar til guðana Já. þannig þegar þegar þú bléstu kerti og óskaðir ert að endur taka 2000 ára gamlan sið Já. pælti því Nákvæmlega og enginn veit um það Nei, sko ég datti niður eitthvað smá svona repertól þarna líka einmitt, sko, með þetta er mjög merkilegt tókst biblíunar þínar Já, akkurat, fór alveg á alveg, sko Nei, en það fannst víst í einhverju musteri ég fá þetta á einhverju National Geographic síðu sem var að tala um þetta að í einhverju musteri í Gríklandi eða þar hérna, sem var tileinkað sem sagt Artemis og þar fannst sem sagt eitthvað svona kringlóttar kökur innan gæðsalappa og hérna þannig að það er svona að telja þér að þetta sé sem sagt frá þeim tíma Já, og einmitt fyrir tilbyggja þessa gyðju, sérstöku gyðju sko. Mér fannst þessi síðu svo fyndin þegar COVID var sem mest Já. allir kom í ammali Já, það er hérna blása kertin einmitt Akkurat og allir að fá sér Já, maður var alveg nákvæmlega og blöður líka bara, hér er plastpóki með andadrættunum mínum í já, sér sprakk hann í hliðina á manni Akkurat okkur er með COVID Nákvæmlega þetta alveg síðan var einmitt eftir mörg ár þá er einmitt mörg ár, þannig að 6 ár síðan þetta byrjaði, þetta ekki? Pældi því maður How old are we? Shit PlayStation 5 er orðin 5 ára sko. Oh my god Þetta er bara, we're old Já, ég er einmitt að hlusta á hérna podcast, nýbyrjar að hlusta á podcast hérna Smartless Já. Ógæslega fyndið Ég byrjaði bara á fyrsta þættunum og það er bara í árið 2020 sko
Já, miður hóðið bara. Já, og þeir eru alltaf að tala bara the pandemic og grímur og eitthvað svoleiðis sem það bara eitthvað, wow, hvað langt síðan. Þetta ógeðslega langt síðan. Já. Jesus. Það mjög fyndið. Jólatré, sitja í jólatré þetta. Já. Veistu þetta hverju? Hvað var það? Nei, þetta er náttúrulega eitthvað svona heiðinsiður. Þetta er tákn eilíft líf í forn heiðrum vetrarhátíð. Já. Og kristnir menn tóku siðin upp og tákn sem merkir eilíft líf í gegnum Krist. Já. Jólatréð rætur að rekja til fornersku hvað skrifaði? Vetrarsíðu. Vetrarsíðu? Já, ég skrifaði vetrarsíðu. Ok. Megar enga sens. How fucking drunk was I? Það var ekki fyrsti sem setti upp jólatréð sem gerði þetta að tísku var einhver prins eða ekki? Gæti verið. Minnir það að var einhver prins sem setti upp jólatréð í höllinni og þá voru allir bara wow, let's do that shit. Já, hann gerir þetta, þá var þetta gekkja. Já, ég get alveg ímyndað mér að þetta tengist náttúrulega í kringum þennan tíma á hverju ári desember og eitthvað svoleiðis, þá þetta er náttúrulega dimmustu dagar ársins og svo fer að birta til aftur, skilur við, þannig að þetta er svona dauði líf eitthvað, þú veist, fólk tengir rosa mikið við það og náttúrulega greniðtrén og eru svona sígræn, þannig að þau einhvern veginn lifa af dauðan og lífið og allt þetta skilur fari gegnum þetta sígræn skilur eina fáum plöntu sem gerir það. Ertu með ekta jólatré eða? Nei, ég er líka með ég er enda með svart kolbika svart jólatré. Ég þarf að uppgreita sko. Já, ætlar að fara í bleikt eða hvít eða? Nei, það er ekki 2007 hérna. Nei, það er þetta. Við erum með allt háglans. Akkurat. Við erum með tribal tattoo. Já, ég er með 2 fela tattooin. Við erum bara af þessum tíma, það er bara. Tribal er að koma aftur. Já, það? Já. Ok. Ekki að horfa á From Dusk Till Dawn. Ég ætlaði að fá mér sko. Ég líka. Ég ætlaði að fá mér upp á hálsin. Það var svo flott sko. Já, geðveikt. Og náttúrulega í Ocean's 11 þá var hann með tribal og kom svona út fyrir skyrtuna og ég ekki þetta fá mig bara hendina líka sko. Svona eins og Brad Pitt sko. Akkurat. Sem bara og þá voru í tísku voru með skyrtuna svona krægin á höndunum ógeðslega stór rétt sást í puttana og svona glittir í og ég þessi tíska verður eilifu. Akkurat, definitely. Svo náttúrulega fór hann íslenski hvað heitir hann sem fór í Eurovision með svona þetta George Clooney tattoo hálfklárað svo vandræðalegt í pilsi. Já, alveg rétt. Allir voru bara, hvað er að gerast hjá Íslendingum? Já, akkurat. Bullandi kókaini syngja hann Nákvæmlega. Útúrfakt. Allegedly, já, akkurat. Moving on. Já, einmitt. Ég þetta er eitthvað sem er ekkit mikið íslenskt, maður sér þetta rosa mikið í bíómyndum, maður kasta salti yfir öxlina. Svona eins og Jim Carrey gerði í Dumb and Dumber. Já. Heilan dung. Já. Nákvæmlega. Þetta er sem sagt til að forðast ólukku eða eitthvað svoleiðis og þetta er upprunnið frá að miðöldum og þá var talað að djöfullin stæði sem sagt á vinstri öxlinni, þú veist alltaf með púka og engil skilur á öxlunum. Já. Djöfullin ætti sem sagt alltaf að vera vinstri öxlinni, það er svona hendur yfir vinstri öxl. Og þannig sem sagt þú kastaði saltinu bara beint í andlitið á honum til að fæla hann burt. Og já, og salt var líka á þessum tíma, það var náttúrulega mjög dýrmætt saltið, skilur að fá salt í grautinn, það var alveg talið þú veist af því að það var dýrt. Það er líka svona, það munað var á þeim tíma. Þannig að þú varst í rauninni að fórna innan gæsalappa þegar þetta var svo dýrt að henda saltið, þú varst að fórna einhverju til þess að fæla satan í burtu sem sagt. Já, djöfullin er allavega báðum öxlunum þínum. Já, ég er bara með hann á háhest. Spítæl og allt. Ég er með hann á háhest. Það situr á mér bara. Alltaf
alltaf kvíslandi kveikt í húsinu drepa vændiskonur. Hvað þá á öxlunum að mér þá? Jú, það djöfullanna sko. Já, það ykkur helium djöfull bara ég veit ekki. Fá þér eitt sopi við. Ég veit. Síðan engillega hinni. Já, fá þér sopa. Já, akkurat. Maður er já, ok, veist það mánudagur og ekki. Nákvæmlega maður. Ég er svo drakk vín, það er bara allt í leið. Skál. Það verður með giftingarhing. Já. Við erum með giftingarhingin á vinstri. Yfirleitt, já. Á vinstri. Baugfingri. Á baugfingri. Þess vegna heitir fingurinn baugfingur. Rómverjar trúðu á Amoris Amore. og tengdi þann fingur beint við hjartað. Já. Það táknið. Þá ertu hringurinn þetta þau heldur alltaf að það væri bara ein æð þarna beint í vinstri. Já. Og hjarta náttúrulega vinstra megin. Já, svo að hringurinn tengdur beint hjartanu. Já. Svo að ég á hjarta þetta núna. En þessi putti, hvað tengist hann? Ræskatinn Finnurðu lyktina á honum alveg þangað? Vá. Þú klóraði henni rassinn þannig. Já. Akkurat, með löngu töng á vinstri fingur. Smells nice. Já, akkurat. Svo þetta önnur hefð sem ekki mjög íslensk en svona, tengir þetta pínu við Bandaríkin. Það þegar maður giftur sig something old, something new, something borrowed, something blue. Já. Maður sé þetta bara í bíómyndum. Þekkir eitthvað sem hefur gert þetta heima? Að vera með eitthvað blátt? Já, vera í eitthvað gömlu, eitthvað nýju, eitthvað lánað, eitthvað blátt. Ég veit ekki okkur, ég hugsaði mig bara serial killer. Serial killer? Já, taka eitthvað nýtt fórnalamb. Já. Gera fórnalambið blátt. Vá. Okkur þetta svona blá. Já. Something borrowed. Something new, something blue. Ég var bara, ég veit ekki okkur, hausinn mér fór bara strax þarna. Nei. Að gifta sig með einhverju lánuður, mér finnst þetta svo kennulegt, en þetta alveg eldgamalt, þetta alveg frá Viktoríu tímabilinu í Bretlandi sko. Þetta kemur rauninni þaðan, ekki bandarískt. Og og svona satt þetta gamla sem sagt tengingu fortíðina, nýja vonum framtíðina, eitthvað lánað hamingju annarra konu, og blátt sem sagt tákn trúmennsku og hreinleika í rauninni. Og já. En Já. Þetta það sama eins og að vera í hvítu. Já, það táknar hreinleika, skilur við. Nei, það sko you're a virgin sko. Já, sem því hrein mei, skilur við, bara hreinleiki og svona. Svona engin hrein mei þegar hún gifti sig í dag, alveg ekki á Íslandi. Nei, nákvæmlega. Við erum svo mikil hóruð þjóð. 4 börn frá misbreytum aðilum. Og þegar ég segi hóruð þjóð, þá ég að tala ekki bara konur, heldur bara allir. Þú kannski klippir þetta bara út. Ég fatt að leið að ég sagði þetta bara, nei, ok, þetta var ekki gott. Ég meinti þetta ekki þannig. Ekki taka í þannig. Ég er ekki að slögt séma neitt hérna. Þú backpedalaður aðeins svo fljótt. Ég er bara já. Anyway. Svona já, nei. Vá. Bara leið og orðin komu út. Það gerði þetta reyndar veist miklu finnara. Bara leiði að ég hóri höfðu. Að skála. Já. Þegar við sína skál, þetta var á miðöldum, þegar þú varst að hitta einhvern nýjan og þú varst hræddur að hann myndi
eitra fyrir þér í glasið þitt. Já, Það svona fóru upp, skálu og skvettu bjórnum eða vínunu ofan í hitt glasið Já. til þess að sjá hvort að hinn myndi drekka Já. og ef hann myndi ekki drekka it's a murderer. Já, Þannig kemur út af við allir bara hérna mér fannst þetta alveg interesting þetta nefnilega mjög áhugavert. og það allir skála Já. allir halda að þetta sé ég veit ekki Nei, engin pælir í því, sko. ég hafði ekkert pælt í því Nei. fyrir núna ég var alveg, já skál why? Okkur erum við að skála Já. okkur erum við að skála fyrir brúðhjónunum Já. og Já. ég hafði aldrei pælt í þessu Nei, nákvæmlega. Svo, ég tengt þessu, ég með eitthvað gauður á TikTok sem að er ofta að blanda eitthvað að drikki og þau smakka, þú veist, fólk sendir honum bara, hey, blandaðu þessu saman við þetta og smakkaðu það, Já. áfengi, skilur við. Og þetta er svona former military gaur, algjör svona macho gaur og hann talaði að, sem sagt, hermenn, bandarískir hermenn allavega, Já. og þetta er bara frá honum, ég veit ekki, sér ekki dýran ég stalli Sér það ekki stýra I'm giving it away. Já, akkurat. Nei, allavega hermenn, þeir skella glasun alltaf í borðið, dunk og svo skál og drekka. Okkur er það Ég man ekki hvað af hverju hann sagði það. Ég bara var að hugsa þetta núna þegar þú varst að segja mig var þessu, sko. Að þeir gera alltaf skella í borðið, búm, skál og svo drekka. Þetta er svo kannski ekki síður en mér finnst núna þetta er orðin vanir reyndar leðið segja þetta þegar fólk tappar á bjórdósina eða kókdósina dunk why? Ég veit það ekki Er þetta ekki heldur fólk að taka gossip? Já, nákvæmlega, þú veist, maður haldið að væri eitthvað svoleiðis til þess að springi ekki í andlitið að þér eða eitthvað svoleiðis. Veist þetta svo fyndi? Veist það dunk Já. Og svona blása Já. Og síðan opna, maður alveg Já, hvað er þetta að gera? Nákvæmlega, maður gerir þetta oft við sígarettur líka þegar maður reykti. Já. Þá svona tappaði maður alltaf filternum í eitthvað eða eitthvað. Já. Fullt af fólki gerir það, sko. Ég veit ekki, þú veist, þétta tóbakið í sígarettunni eða hvað það er alltaf að gera, þú veist, ég veit ekki. Hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að hugsa? Jesus. Já, maður sjá, hvað er það? Já, ég fór, þetta er ekki mikið ég er ekkert Ísland sem ég með þetta maður. Gefið ykkur sokka til heppni, sem sagt. Já, í sömu löndum er talið óheppni að gefa elskhuga sínu sokka því þá taknar að hann gangi í burtu frá þér, sem sagt. Já. Og þetta er frá forn Rússum og Kínverjum, einhverju hjátrú og sögur frá forn Rússum og Kínverjum. Það sem skófatnaður tengdist ferðalögum með aðskilnaði. Þetta er svona svipað eins og þú gefur ekki hnífa í jólagjöf. Já. Því að það sker á vinnarsamband eitthvað svoleiðis. Það er alltaf að ég man ekki hverjum ég gaf Tengdó eða eitthvað þau létum mig fá 100 krónur Já, ok Ég ekki alveg why? Því að þá voru þau að kaupa þetta sjálf Já. Gef mér meira Já, nákvæmlega, veistu hvað það fucking kostaði Cheap bastard Ég veit ekki hvort að þetta var bara on top of my head en ég veit ekki okkur er þetta íslenskt eða hvað sko, ég veit ekki Góð punktur og líka bara með þetta að þú veist að gefa salt eða brauð og þú veist alls konar svona innflutningsgjafir þannig að þú veist það verður alltaf matur til á heimilinu Já, og láta tíkall í hotnin þá er alltaf peningur Já, akkurat í húsinu Nákvæmlega Margar hefðir tengt þar Alltaf að horfa á tíkallin Need that money man Hvernig kemur þetta? Tíkall Já, nákvæmlega Flugeldar á gamlaskvöld Já Kínverjar notuðu notuðu hávaðan og sprengingarna til að ræða í burtu illa anda En var það á gamláskvöld hjá þeim líka? Þeir náttúrulega eru með allt annað ár heldur en við eða Chinese New Year er í febrúar eða eitthvað En við tókum þetta og við erum að sprengja árið í burtu Já
en þetta er komið frá þeim að þeir voru að Reykjabjörn í landa illa anda Hversu mikið af svona siðum og hjátrúum er tengjast illum öndum og eitthvað bara flest allt sko það væri geggjað að þetta væri ennþá við alltaf bara hrætt við illa anda já, alltaf að henda salti við með þetta er þannig í mörgum löndum að, þú veist, ég sé vídeo af prestum vera að blessa nýja bíla sem fólk er að kaupa sér og alls konar skilur í alvöru? Já, nei jú bara mæti prestur með heilagt vatn og skvettir á bílinn og eitthvað bara til þess að venda gamla Toyota okkar já bursts into flame Jesus hann var andsetinn hann var fucking andsetinn sko það væri svo fyndið svona að ætla að blessa já og svona sígra það væri geggja fyndið maður við hefum átt að fá prest á þann bíl maður já, klárlega bara possessed já það var svo fyndið það ég bara lappa heim til þín og sá bara svona fullt af bútum úr bílnum á leiðinni heim til þín ég var bara okkur er innvolsið á hurðinni hérna já ég er ennþá pyrraður út í fucking unglingavinnun í Garðabæ sem stal sílsakittinu mínu það datta af eitthvað staðar í Garðabænum og svo þegar ég var að leita að því ég var unglingavinnun búin að taka helvítis þetta var geggjaður bíl það var mjög, síðan var alltaf nú að fara í farþegarsætinu eftir mig já, mælapólinu já þú alveg no já en þú voruður ekki að segja neitt það var svo brjála þú varst ekki glaður ég var ekki glaður nei, það var bara út á svollu það er önnur saga já, ég dattinn á eins sem ég vissi ekki, ég held að væri öllstunur ástæða en forðast að ganga undir stiga þú veist, bad luck að lappa undir já, er það ekki bara bad luck? Jú, en okkur það er nefnilega máli, ég held að þetta væri bara eitthvað þú veist, já því að það stíðin dettur á þig nei, þú veist, það er eitthvað málari sem er að mála fyrir ofan og þú veist, þú fær málingu á þig eða eitthvað svoleiðis, ég held að þetta væri bara eitthvað svoleiðis eitthvað common sense, já. Skilur við en það sem ég fann allavega er að í Egyptalendi myndar stíi sem hallar af vegg þríhyrning og það er sem sagt heilagt tákn sem táknar guðdóm og ganga undir hann væri sem sagt eins og að móðga guðina og já, svo náttúrulega bættist við og þetta er í fornu Egyptalandi sem sagt bættist við kristna túlkurinn að þríhyrningur táknaði heila að þrenningu og þú væri basically að labba í gegnum Jesú þannig að þetta var bara svona móðgun við guðina þannig að það var það er það sem ég fann með þetta blown. Ok, þetta er wow. Já. Margt svona sem maður er ekkert svona búin að hugsa einhvern veginn út í þetta er alveg einhvern veginn maður sjá hérna veist það er svo hnerra já veist, það er náttúrulega frá hann að þetta plague tímabilinu plague já ég veist já. pláunar já. og þá að vera hnerra og þú varst að basically biðja já. fyrir manneskina já Guð blessir, you're fucking doomed já, akkurat en þetta var ekki vinsalt fyrir en það var einmitt, veist, einhver konungur sem lét alla blessa sig já þá var þetta sama með jóladrið þetta er frá konungs royalty sem byrjar á þessu og þá allt í hennu bara byrja allir á þessu já veist, sama með hvaða drottning var með sem haldraði Freddie Mercury já Queen já, það er ekki útskýrað nei, ok en svo hvað ég held að prinsessa var með eitthvað svona issue með leppina okay. hún haldraði og á þeim tíma þá byrjuðu allar konur að haldra okay. fóru í minni skó eða látu stein í skóin sinn til að haldra eins og hún þetta er allt frá the royalties og þau bara fólk sem við voru basically celebrity á þessum tíma svo heldur við að áhrifavaldar sé að finna upp hjólið eitthvað nei, þetta er bara í 1000 ár búið að fylgja bara hver er ríkastur og valdamestur þetta er eins og Nelly var ekki Nelly sem var með plásturinn á sér
Já. kinninni, allir voru með plástur, maður var alveg, really? Var það, já, það var alltaf slett. Var það ekki eitthvað út af bróður hans var dreipinn í fangilsi eða eitthvað, ég man ekki hvað það var. Það var eitthvað, svona. það var eitthvað svona bull. Já. En já, ég var með þetta hann hnerra líka, þetta er alveg frá 7. öld, sko. Ég veit það. Þannig, þetta var þetta ekki eitthvað þeim mun oftar sem hún hnerrar eða eitthvað, ef hún hnerrar 3 sinnum eða eitthvað, þá segir eitthvað annað minni mig eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvað það var. Get out of the room. Já, nákvæmlega. Drullar í burtu fram. Já, kannski eitthvað svoleiðis. Já, geti verið að sé þannig. Líklega svarta degja. Kona mín, hún hnerrar eins og að opna svona kókflösku. Það er svona Já. meðan ég er svona Já, pappahnerrin. Já. Ég er reyndar farin að taka eftir því, ég er bara farin að hnerra einmitt hærra heldur en ég gerði, sko. Ég var bara svona venjulegur hnerrari en núna er ég einmitt, eins og þú skilur, bara svona pappahnerri. Ég öskra. Þetta er svo mikill kraftur. Já. Kona mín alltaf byrja að skamma mig, henni bregður svo mikið. Ég held að bara, wow, ég var bara hnerra. Fyrir aftan mig í eiraða mér. Ég er alveg, wow, calm down. Og hérna, hún bara haldi sig í þér. Ef ég heldi sig í mér, æðarnir í heilanum springa. Já, bara augun dett úr og eitthvað. Og það er bara svona einmitt. og þannig degi. Og hún eitthvað alveg, nice. Já, quiet. Peace and quiet. Finally. Var ekki talað að hnerri er svona eins og nánast sama tilfinning og fullnæðing eða eitthvað, var það ekki? Sko, tímabili var sagt 10% fullnæðing. Já. Umvendaði fólk sem hnerraði hetsju máli 30%. Já, nákvæmlega. Almost there. Fá sem smá pípar í nefið maður. Akkurat. Ég vil alltaf ég klára þetta. Að taka í hendur. Okkur tökum við hendur. Já, þetta er að sína að við erum ekki með vopn. Það ekki? Já. Næs, vel gert. Þetta veist ég. Já, þetta er, ég held þetta væri alltaf bara virðing eða eitthvað. Já. En þetta er komið frá að til að sína það að þú ert ekki með vopn. Sæll. Já, hann er þessir ekki með vopn. Davíð komið inn ekki með vopnin maður. Nákvæmlega. Það er einmitt, það er svona karate er hrættir á mig. Karate. Já, ég er þurrka mér hérna. Já, akkurat. Nei, mér finnir að karate það þýði í rauninni opin lofi eða þannig að þú veist að þú ert ekki með vopn í karate. Já. Þýði karate opin lofi? Já. Ok. Ja, mér minnir það. Eða tómur lofi eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað þannig. Ekki tengt þessu, ég bara hausinn á mig fór bara allt annað með opin lófa. Pimp smack hérna eitthvað. Where's my money? Karate. Vá, hausinn á mér er Jesus. Sér er maður með eitthvað helvits podcast. Já. Og ég segi bara það sem kemur í hausinn á mér. Ekki bara þú, sko. Ekki bara þú. Kallar alltaf þjóðina hóru. Já. Við erum það er bara, þú veist. Já. Sorry með mig. Já, veist, ég er á sama stað, sko. Já, akkurat. Henda hrísgrjónum í brúðhjón. Það er mikli siður í brúðkaupum. Já. Finnst þetta alveg. Já, þetta er náttúrulega eru stæðstu mistök sem fólk gerir yfir því æfina. Það er ekki eftir sig, þannig að það er eins og þetta að blessa það sem best, sko. Já, veist, þetta er orðið komið í 50 og 6% skilnaður. Já. Heiminum. Í heiminum? Já, það er allan í Bandaríkjunum. Já. Sem er náttúrulega nafli alheimsins. Eins og öllu, veitum. Praise Donald Trump. Já, akkurat. The savior. Nákvæmlega. Nei, hérna Fornald tókuðu korn og hrísgrjón táknuði, frjósemi. Já. Veist, síðan hérna að kasta þeim
var blessun yfir hjónin og þau myndi eignast börn Já. og eitthvað svo leis Já. sem komu íslensku fólki með 5-6 börn Já, akkurat frá mismun það sem þú sagði Já, akkurat Ég sagði það ekki, þú sagði það herri Já, Birgir, muni að klippa akkurat Og nú má ekki lengur fleira hrísgrjónum nei, Fuglarnir borða það og springa og eitthvað shit, svo við erum með nam, búm, búm já og okkur sér maður ekki dúfur lengur á Íslandi Já. það Sprunga þar Róðan döðar í tjörninni eftir hvaða fokkin lætir þetta búf, búf Nei, þeir éta þetta og það þennst út í maganum á þeim og það er eitthvað ekki gott fyrir þeir mikið fuglana greiin Já, núna er þetta sápukúlur sem virki ekki á Íslandi nei, það er alltaf rók já þetta er ég er búin að fara í nokkuð brúkum þegar ég myndi allir hérna eru sápukúlur og maður alveg Já, það vindurinn alveg maður alveg já, en það veist, vindur í þess átt já, brúköpinn eru komið hérna og allir bara svona já, bara, það virkar ekki nei, nákvæmlega Ég hendi bara metrófrönskum yfir brúðhjörnum metrófrans Svo koma mávarnir og skíti yfir alla og eitthvað það er helviti kól sko Já, talandi um fuglaskít ég tölum hann Já, nei, þetta er annað Þetta er í, sem sagt öðrum menningarheimum heldur en íslenskum en það er sem er fugladrit er talið, sem sagt, heppni ef það skýtur á mann Já, þannig að það er sem sagt, já, það sem ég fann er ekki beint svona andleg merking heldur sálfræðileg réttlæting og menn voru bara að finna leiðir til að gera eitthvað ógeðslegt jákvætt þannig að, já eitthvað ógeðslegt jákvætt ég var í einhvers staðar í útlöndum Já, Prag eða Belgíu eða eitthvað sem byrjar á B eða P eða eitthvað ég var einhvers staðar ok good story Já, bro akkurat jú, Prag Já, og við vorum að labba og við vorum komið svolítið langt frá hótelinu og síðan bara fæ ég bara í hárið aðeins á andlitið og beint á peysuna ég var bara og náttúrulega Þórun emjað og hladra við vorum með vinafólki okkar og þau náttúrulega að deyja og ég var svo pirraður ég þurfti að henda peysunni lyktin var viðbjóð ég var bara heim núna ég bara með í hárinu að lappa þarna þetta er svo fucking ömulegt fucking fuglar svo er þetta bara helvítis vélmenni sem er að njósnum okkur að þetta er fuglarnir já, fuglarnir eru ekki til nei, það er ekki til henni fuglar samkvæmt já. grúppu í Bandaríkjunum þá er þetta vélmenni já, þetta er bara einhverju drónar sem að CIA er að nota til að njósnum fólk eða eitthvað það voru mótmæli í fyrra það var eitthvað birds aren't real og síðan komum við bara fullt af fuglum og flugu yfir þau eitthvað bú og að gefa þeim fokkbuttan okkar ég var að horfa á það það getur ekki verið alvöru mannkynið er dauðadæmt sko hvernig er þetta hægt fáum okkur Kenny hérna akkurat hvað heldur það sé akkurat hvað heldur það sé fótum kjúklingur að sniðin að forða svarta ketti veistu hvað það er það er ekki eitthvað nornir eða eitthvað á miðöldum svarti ketti tengdust nornum það er alveg rétt og þeir fengu svo mikið hatur út af þetta svörtu kettinir já. Og ennþá daginn í dag það er talið óheppn út af því að það er norn nálægt og veist, ef þú forðast hann þá er nornin ekki að fara að koma og lætum þið vera en þetta er veist, mitt á miðöldum þetta er örglega sko veist, bara einstæð kona með kött sem góða reikna og norn ef þú sekkur þá ertu norn akkurat ef þú flýtur nei, ef þú sekkur þá ertu ekki norn og ef þú flýtur þá ertu norn þá ætlum við að brenna þig þetta er win-win win-win fyrir mig sko. kallmannin, hvíta kallmannin the evil man það var alveg að reynir 7 ára ólukka við að brjóta spegil
Já, herru, Ertu með það? nei, Nei. hvaðan kemur þetta? Þetta Okkur 7 ár Já, nákvæmlega Þetta svo frá forn Rómverjum Þeir trúðu sem sagt að speglar héldu í sér sál mannsins Þegar hún endur speglar þegar skilur að þetta sé bara Sáliðin Já, í rauninni Og það sem sagt sálina tók 7 ár að gráa aftur ef hún skattaðist og það er svona þetta 7 ár Já, sálin sé Þeksin er hún svona ljót í speglunum Já, akkurat Hún er aldrei að gróa alveg eftir sko. Komið einhver grátt í sálina mína og einhver rökkur Já, nákvæmlega, við ætlum að fara í svona árumyndatöku og sjá hvað kemur út úr því. Bara svart Já, Nei, það væri svona black hole já, hjá þér nákvæmlega Ég fór í svona árumyndatöku þegar ég var 12 ára eða eitthvað Já, þegar það darkness var ekki búin að koma við þig Nei, ég man ekki hvað var sagt Það var svona rautt í kringum mig mikið Mikið í reiði Já, táknaði reiði mitt og eitthvað ég var svona eitthvað erfiðum tíma Já, skilnaður hjá fóreldrum og þetta ekki á þessum tíma Nei, þau voru aldrei saman sko Á, Talandi hóru þjóf Ég er bara gangandi dæmi það Fóreldrar mínu voru aldrei saman Mamma, þú ert að hlusta sorry Oh my god Já, mamma og pabbi, talandi hórið Ég segi alltaf að ég búi ekki í hóru húsi Ég búi á hóru heimili Veist ég er svo fegin að strákandir er ekki þetta þeir voru búin að stoppa þig Já, I'm having fun bara Davíð að brenna brýr Já. Sko, það er oft sem kemur hérna hérna, við reyna að bjarga okkur Já, Núna er bara engin bremsa sko nei Hann er litla engisbrettan sem að passar að við séum ekki hérna Kviki allir Já, að gefa jólagefurum jólin Já, Þetta tengist náttúrulega vitringunum 3 sem voru að gefa hérna já, kristni já Mirru Baby Jesus Já, Little Mirru, baby Jesus. Reykjelsi og gull eða ekki Já Já. Pældi því að vera, þú veist gæinn sem að kemur með gullið Talandi hóru Já Nákvæmlega Svo hjá okkur mengli Hrein mei my ass maður Jósef alveg Í alvöru, hún er það Já, allir í kring akkurat Það byrtist engill í alvörunni, ég lofa Nei, Nei, bældi að vera gæinn sem kemur með gullið og sér svo einhvern félaga sér Með Reykjelsi Reykjelsi í alvörunni Þetta er frelsar Nákvæmlega Þú kemur með Reykjelsi Nákvæmlega Og þau eru í hlöðu og þetta er að brenna hana niður skilur bara kveikið og fyllt að grasi hana Líka myrra, hvað er myrra? Það veit ég ekki Ég veit ekki Ég veit ekki, ég hef aldrei vitað hvað myrra er Nei, ég hef bara aldrei dótt í huga að leita að einu sinni en nú er Nei. ég forvitin Já, kíkjum á þetta eftir Já, við vorum búin að gleyma það í Já, ég er nokkulega bæ Síðan er ég bara, áttu við að tjekka okkur Síðan þegar ég fyrir að klippa þáttið það bara Já, Já, alveg rétt og síðan gleymi ég Já, bóttið Ég er komið tárin sko Þetta er búið að vera mjög fyndið Má ég sjá, ég var með eitthvað hérna En með leitar þá klæðast svörtu í jarðaförum Já, Why is that? já, Fyrir spyrja segðu mér Nei, Ég veit að ég er að tjóka Þetta eru hérna Rómverjar klæddust dökkum klæðum til að sína sorg Þetta er eiginlega þannig sko Já, en einnig til að fela
fæla frá illa anda dauðans þetta svona til að svona klók svona fela sig þú ert í öllu svörtu og illa andarnir alveg Já Ok Ég heyrði eitthvað tímann og veit ég aftur, ég veit ekkert hvort það sé sagt nú er ég bara að endurtaka eitthvað sem ég heyrði eitthvað tímann fyrir löngu síðan að gyðingar í jarðarferðum hjá gyðingum að allavega karlmennir þeir skera í sem sagt, hvað heitir hérna á jakkanum krægin kemur hérna niður eða þannig og svo brýst saman skilur við hérna á milli ég vona fólk fatti hvað ég meina þeir skera í það og það var eitthvað til þess að þau sína að þeir eru ekki að pæla í útlitinu eða eitthvað svoleiðis sem sagt að þetta er bara sorgarstund og það er allir í jakkafötum og fín klæddir og eitthvað þeir svona skera þeim síðan til þess að til að vera ekki svona hégómi eða þannig sko minnir þetta hafa verið gyðingar ég ætla hann í heyrðið það getur vel verið þessi algjör kjaftaði en já, þessi staðarinn satt alltaf einhvern staðar í hausnum á mér en ég kann ekki starffræði en ég man þetta En eru einhverjir svona íslenskir siðir sko ég er búinn með mitt sko já, sko ég mitt var að leita að fann eitthvað lista af svona íslenskum siðum en ég veit ekki telja þetta sem sko það talaði sem sagt bolludag, sprengidag, öskudagur já okkurju hengdu við öskupoka á bakið á einhverjum sko ég er reyndar forvitin að vita það og hvað var það? Því meiri, það var alltaf á nálum já, akkurat, já nákvæmlega yes, ég náði hérna póka á þennan já, maður var einelti já, nákvæmlega koma heim bara með fullt drastlega á bakinu hengi eitthvað drastlega já, ég man alveg eftir maður var að sauma þessa póka í grunnskóla og svoleiðis og þú veist, þetta var bara whole thing sko núna er þetta bara dautt já þú sér það engan vera að hengja eitthvað nei, það er bara búningar og betl sko þú veist, þetta er eina sem þetta snýst í dag sko líka, okkur þurftur að syngja fyrir nammið þitt þú veist, þetta er bara grikku, eða þú veist, þérna Halloween dæmi sem að smitaðist þarna yfir á öskudaginn sko ég er svo fegin að þetta er að deyja út sko já krakkarnir nenni ekki lengur að syngja nei við býðum bara eftir Halloween ég veit, ég líka hefur verið unnið í verslun yfir ömurlegt fyrir að standa þarna og hlusta á sama fucking lagið 100 sinnum já, akkurat hérna er nammið já, bara get the fuck out sko nákvæmlega nenni ekki að hlusta á þetta og líka, mér finnst svo vandrarlegt þegar einhverju syngja fyrir mig ég eitt stend þarna akkurat og maður er ekki með gerfið brosi þetta er svo fínt hjá þér ég þekki ykkur ekkert mér finnst ekkert krútlegt nei nákvæmlega sko bara koma einhverju úlingar bara eru þið í búningum já við erum minna eitthvað bara fá ykkur bara nammi og út með ykkur leiðileg miðaldra kallmenn en síðan vill maður ekki vera einn af þessum sem bara miðin beint nemmið búið já og það vill það ekki líka nei nákvæmlega svo ég kem alltaf og hleypi burtu já læti einhvern annan nákvæmlega ég segi bara alltaf strax bara lögreglan leifir ekki að ég sé nálægt krökkum 50 metra fjarlægð þannig ég er á okkur lista sem að leifir mér ekki að vera nálægt börnum sko það var svo gott að enda þáttin svona að fólk er með þig í hausnum með lista herru enda þáttin á þessu ok geggjað munið ekki koma nálægt Davíð já takk fyrir dag takk í dag bye